Freyja, Mía, Skotti, Huppa, Bogi, Ögmundur og Graseðlan stóðu öll agndofa þegar hurðin á hvelfingunni opnaðist og gulleggið kom í ljós. Það var stærra en nokkurn hafði grunað, nánast höfðinu hærra en Skotti. Allt í kring voru gull og gersemar. Bjarminn af þessu öllu var slíkur að þau þurftu að píra augun til að fá ekki ofbirtu. Enginn af þeim gat komið upp einu orði, dýrðin var slík. Gulleggið stóð tignarlegt í miðri hvelfingunni, skínandi fallegt. Freyja hugsaði með sér að nú gæti hún loksins komist heim til sín. Skotti var fyrstur til að koma um borði og sagði: Eins fallegt og þetta lítur út fyrir að vera, hef ég samt tilfinningunni að við ættum að drífa okkur í hann. Þau samþyktu það og hófust handa við að koma egginu út úr hvelfingunni. Þau sammæltust líka að taka bara eggið, því það væri ekki pláss fyrir meira dót. Þau festu eggið ofan á graseðluna og notuðu hana sem burðardýr. Ívar hafði látið þau hafa gott reipi sem þau gáttu notað til að binda eggið fast. En þá fattaði Mía allt í einu eitt mjög mikilvægt. En býtu, hvernig komstu síðan út úr þessum helli og aftur upp á yfirborðið? Þau litu hvort á annað. Enginn vissi svarið við þessari spurningu. Skyndilega fór Bogi að klóra sér í hausnum af miklu móð. Hann stökk af öxlinni á Freyju og skaust af stað með fram stöðuvatninu, lengra inn í hellinn og hvarf. Bogi! Kallaði Freyja á eftir honum. Hvert er hann eiginlega að fara? Spurði hún, áðins þó að búast við greinagóðu svari. Skyndilega heyrðu þau í honum aftur. Hann skrækti og gargaði eins og hann væri að kalla á þau. Hann kom á harðaspretti tilbaka, greinilega ánægður með eitthvað, greip í hendina á Freyju og togaði hana með sér sömu leið og hann kom. Þau hin fylgdu á eftir með graseðluna í farabrátti. Skotti hins vegar gat ekki setið á sér og stalst til að taka með sér lítinn minjagrip, pínulítið líkneski sem líktist ketti að því virtist, úr gulli að sjálfsögðu. Bogi leiddi þau að stiga sem lá upp á við. Þau sá ekki hvert hann lá eða hvar hann endaði, því hann var allur í myrkri. Möguleikarnir á að komast út virtust ekki vera margir, þannig að þau ákváðu að láta reyna á hvort þessi stigi kæmi þeim upp á yfirborðið. Bogi virtist vera nokkuð viss. Hann var allavega æstur í að leiða þau áfram upp. Þau þræddu stigann í kolsvarta myrkri, skref fyrir skref. Þau fundu hvernig kuldinn magnaðist. Skotta var orðið svo kalt að tennurnar í honum voru farnar að glamra. Skyndilega mætti þeim fyrirstaða. Þau virtust hafa komist á einhvern endastað. Þau þreifuðu fyrir sér í vonum að finna einhvers konar hurð eða op í öllu myrkrinu. Finnið eitthvað? Spurði Freyja hrædd að þau veri komin í sjálfheldu. Það hlýtur að vera eitthvað op hérna, sagði Mía ákveðin. Graseðlan sem hafði borið þungt eggið alla þessa leið upp stigann var orðin heldur þreytt. Hún hlammaði sér ógætilega á rassinn og leið skall eggið harkalega utan í vegg. Veggurinn gaf eftir og brotnaði með þeim afleiðingum að graseðlan rúllaði út og mikil birta fyllti stigaganginn. Hún hafði óvart brotið sér leið í gegnum hurð sem þau höfðu ekki séð fyrir myrkri. Graseðlan veltist í snjó og átti mesta basli með að stoppa sig með þungt eggið á bakinu. Þau höfðu komist út. Hurðin sem þau komu í gegnum hafði verið falin í snjóskafli og nú stóðu þau á fjallgarðinu miðjum. Ögmundur kvakaði ánægur með að sjá loksins dagsbirtu aftur. Huppu var nokk sama því hún var auðvitað með svo sterk skíðaglerugu að hún sá lítinn mun á birtu og myrkri. Mía leit í átt að sólinni til að átta sig betur á í hvað áttu þau að fara til að komast niður af fjallgarðinum. Skyndilega skyggði eitthvað á sólina í örstutta stund. Mía tók eftir skugga sem ferðaðist eftir snjónum í kringum þau. Hún leit upp og sá fljúgandi veru steypa sér á miklum hraða niður í áttina að graseðlunni. Þetta var stór og mikill hrægamur. Hann krækti klónum í gulleggið og sveif hátt til lofts með bæði eggið og auðvitað graseðluna sem var föst við eggið. Nei! Æpti Mía. Freyja var fljót að átta sig og strengdi bogann sinn með boga sér við hlið og skauti í átt að hrægaminum. En hann var svo fljótur í burtu að örin náði ekki til hans. Hann stemdi í átt að efsta tindi fjallgarðsins. Nú voru góð ráð dýr. Hetjurnar okkar voru enn og aftur komnar í klípu sem erfitt að átta sig á hvernig leysist.
Ef Freyja á einhver tíman að komast heim til sín, þá þurfa þau á gullegginu að halda. En geta þau náði tilbaka af þessum hættulega hrækami? Kannski, ef þau fá hjálp frá einhverjum sem vanur að standa í svona tvísýnni baráttu.